En fyrst til máls ætlar að taka Katrín Oddsdóttir laganemi. Gjörið svo vel. Góðu Íslendingar, við látum ekki kúga okkur, sagði Geir Haarde, forsætisráðherra Íslands, fyrir 2 vikum síðan. Örfáum dögum síðar haldsaði hann samning sem gerir okkur að einni skuldsettustu þjóð í heimi. Geir og Ingibjörg sögðu bláeygð frá því að þau hefðu neyðst til að skrifa upp á þetta risavaxna lán sem mun sliga komandi kynslóðir vegna þess að Evrópusambandið sagði þeim að gera það. Enn fremur sögðu þau að þau gætu ekki farið með málið fyrir dómstóla því Evrópusambandið vildi ekki leyfa þeim það. Ef Geir hefði viljað vera nákvæmur, þá hefði hann frekar getað sagt: við látum ekki kúga okkur, en það er góður möguleiki á því að við látum kúga ykkur, íslensku þjóðina. Staðreyndin er sú að þegar Geir og Ingibjörg skrifuðu hlýðin undir samningin sem kvað á það að 300.000 manns skyldu greiða skuldir 30 karla, þá brutu þau mannréttindi okkar Íslendinga illilega. Við eigum okkur nefnilega rétt, samkvæmt stjórnarskrá Ísland og samkvæmt mannréttindasáttmála Evrópu, til að leita til hlutlausra dómstóla. Sá réttur hefur verið tekinn frá okkur og nú er okkur gert að borga skuldir sem við almenningur stofnuðum ekki til og stjórnvöld hafi þokkabót svipt okkur þeim möguleika að fara með málið fyrir dómstóla. Við fengum ekki tækifæri og við munum aldrei fá tækifæri til að láta reyna á okkar hliðar á þessu máli, einfaldlega vegna þess að Geir reyndist í raun algjörlega tilbúinn til þess að láta kúga sig. En Geir minn, þó þú sért tilbúinn til að láta kúga þig, þá þýðir það ekki að við Íslendingar ætlum að láta kúga okkur. Þess vegna erum við hér í dag. Rétturinn til að leita til dómstóla er ekki einu mannréttindin sem við höfum verið svipt nýlega. Nei, það leynist miklu meira þar. Stjórnarskrá íslenska lýðveldisins eru æðstu lög í þessu landi. Mörg þeirra grunnréttinda sem stjórnarskráin geymir hafa verið hunsuð og brotin af ríkisstjórninni frá því að fjármálakreppan hófst. Eignarréttur er brotinn gagnvart þeim sem tapa þriðjung sparifé síns á reikningum sem sagðir voru tryggðir. Tjáningafrelsi er ógnað þegar dómsmálaráðherra ávítar blaðakonu fyrir að gagnrýna valdstjórnina á borgarafundi. Jafnræðisreglan er brotin þegar fjármálafyrirtæki eru undanþegin dómsmálum. Og þrígreiningu ríkisvaldsins hefur verið endanlega sturtað niður með þeirri valdníðslu sem ríkisstjórnin hefur sýnt Alþingi Íslendinga. Við Íslendingar, við látum ekki svipta okkur mannréttindum. Þess vegna erum við hér í dag. Verst af öllu finnst mér það brot á rétti Íslendinga sem felst í því að Geir og Ingibjörg, þau útiloka það hreinlega að hér verði kosið á næstunni. Þau útiloka það að það verði kosið á Íslandi. Hvernig dirfast þau að segja við þjóðina að kosningar séu útilokaðar þegar fólkið í landinu mætir á Austurvöll þúsundum saman í hverri viku til að mótmæla ástandinu? Þú bannar okkur ekki að kjósa Geir Hilmar og það gerir þú ekki heldur Ingibjörg Sólrún. Ef þið hindrið okkur í að við tjáum okkur í kjörklefunum, þá munum við kjósa á annan hátt. Við munum kjósa með því að fara frá landinu.
með því að brjóta þau landslög sem þið hafið sett í trass við stjórnarskrá, með fjölda verkföllum, með mótmælum og með því að bera ykkur út úr þeim opinberu byggingum sem þið ferið ykkur í ef þess þarf. Hér erum við nefnilega komin í dag, þúsundir Íslendinga, til vitnis það að við látum ekki kúga okkur. Og við skulum ekki gleyma því í eina mínútu heldur að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn leitast fyrst og fremst við það að tryggja valdamestu aðildarþjóðum hans ódýran aðgang að auðlindum þjóða sem í fjárhagsörðugleikum. Þar Ísland engin undantekning, enda eigum við mjög fínar auðlindir. Geir Haarde, hann eyðir peningunum okkar í það að ráða sér norskan hernaðar sérfræðing til að segja sér hvernig það geti sniðgengið fjölmiðla. Þetta ekkert annað en stríðsyfirlýsing gegn þjóðinni. En tilvist norska hermannsins segir okkur líka að Geir hræddur. Og réttilega skal hann vera hræddur svo lengi sem hann meinar okkur kosninga og heldur hlífiskildi yfir Davíð Oddssyni sem hefur klúðrað svo fjármálum þjóðarinnar að það hlýtur að fara að jaðra við heimsmeti. Já, og höfum það algjörlega á hreinu, Geir, að enginn af þeim 90% Íslendinga sem vilja Davíð burt að persónugera vandann. Þetta faglegt mat sem byggir á mannlegum gjörðum en ekki manngerðum. Seðlabankinn gjaldþrotastofnun sem hafnaði lánum á góðum kjörum og gat hvorki afstýrt né aðvarað þjóðina þegar það kom að hruni bankana. Og nú svo komið að við látum ekki kúga okkur til meðvirkni með pólitískt ráðnum valdasjúklingi í okkar eigin seðlabanka. Og talandi Sjálfstæðisflokkinn, þá þess virði að bursta rykið af kjörorði flokksins í síðustu kosningabaráttu og það var eftirfarandi og ég vilji taki vel eftir. Þegar öllu á botninn hvolft, það traust efnahagsstjórn sem stærsta velferðarmálið. Ég ætla að endurtaka þetta. Þegar öllu á botninn hvolft, það traust efnahagsstjórn sem stærsta velferðarmálið. Nú hefur öllu verið á botninn hvolft. Okkur öllum hér í dag hefur verið hvolft á botninn. Og stærsta velferðarmálið í augnablikinu að koma þeim frá sem klúðruðu efnahagsstjórninni og hafa hvorki sýnt iðrun né vilja til að endurskoða þau gildi sem þeir höfðu að leiðarljósi. Hvernig má það annars vera, ágætu Íslendingar, að í gróðærinu var gegndarlaus niðurskurður í gangi í þessu þjóðfélagi? Hvenær þá til peningar til þess að allir geta lifað mannsæmandi lífi í þessu landi? Hagræðing orðið sem notað var til að flytja fjármuni frá þeim sem þurftu á þeim að halda. Og nú kalla ég eftir frekari hagræðingu. Ég vil að Geir hagræði Davíð og svo má hann hagræða sjálfum sér og ríkisstjórninni þegar hann búinn að því. Nú svitna ráðamenn yfir því að unga fólkið muni fara frá landinu og skilja gamla, veikbyggða og barnmarga eftir í skítnum. En það skrítið að fólk vilja fara frá landi sem stjórnað af fólki sem ekkert kann, ekki einu sinni að skammast sín? Við Íslendingar, við látum ekki kúga okkur til að skera niður þjónustu til þeirra sem helst þurfa á henni að halda. Þess vegna erum við hér í dag. Að öllu óbreyttu má búast við því að staða kvenna og barna versni í kjölfar kreppunnar eins og vaninn í hremmingum og stríðum. Það skal hér fullyrt að það voru ekki íslenskar konur sem kom okkur í þessi óefni. En ég trúi því hins vegar að íslenskar konur geti leikið lykilhlutverk í því að koma okkur út úr þessu rugli. Það verða
því konur sem stoppa til og þríf upp skítinn eftir þetta gróðæris fyllirí, en bara svo það sé algjörlega á tæru, þá munum við konur ekki láta okkur hverfa kurteislega tilbaka þegar hér hefur verið skapað betra samfélag. Við íslenskar konur látum ekki kúga okkur framar og þess vegna eru við komnar hingað í dag. Já, loforð ríkisstjórnarinnar óháða rannsókn hafa reist innantómar tafir þar sem ekkert bólar á þessum rannsóknum sem tíminn vinnur svo augljóslega gegn. Ríkisstjórnin þarf að víkja og veita forseta landsins tækifæri til að mynda utanþingsstjórn, skipaða sérfræðingum sem geta tekið við stjórnartaumnum og síðan þarf að kjósa. Friðsamleg mótmæli þau henta vel á friðartímum. En hér hefur verið gerð árás á grunngildi þau sem stjórnarskrá landsins ver og það jafngildi stríðsyfirlýsingu gegn fólkinu í þessu landi. Því segi ég, ríkisstjórnin fær 1 viku til að boða til kosninga og viðurkenna getuleysi sitt til að leiða okkur út úr þeirra hörmungum sem hún hefur komið okkur í. Að öðrum kosti þá fyllum við fólkið í landinu, þingið og stjórnarráðið og ráðherrabústaðina og berum þá út sem ábyrgð bera. Ég tel slíka aðgerð ekki vera brot á lögum og reglu í ljósi þeirra aðfarar sem gerð hefur verið að réttarríkinu og lýðveldinu Íslandi þessa mundir. Við Íslendingar, við erum vissulega reið og við erum skelkuð, sorgmætt og svikin. En við Íslendingar, við erum ekki hjálparvana. Og við Íslendingar, við látum ekki sefa okkur. Og í þetta sinn munum við Íslendingar ekki dofna og gleyma. Góðir Íslendingar, við látum ekki kúga okkur. Þakka þér fyrir, Katrín Oddsdóttir. Komdu sem oftast. Það er kjarni og kraftur í þér.